Það mikill munur á flóði og fjöru á eyjunni Kaniabak í Vestur-Afríku. En þegar fjarar út nota Djúpa og systir hennar Bondía tækifæri til að fara út á leirurnar til að veiða krabba í matinn. Djúpa 11 ára gömul og systir hennar Bondía 7 ára og þær hafa alist upp við það að hjálpa til við að afla matar fyrir fjölskylduna. En auk þeirra eru 7 önnur systkini í hópnum auk pappa og mömmu. Það býsna erfitt að ganga út á leirurnar. Þó systurnar séu léttar á fæti, síga þær í leðjuna og meira en 40 stiga hiti í sólinni. Krabbarnir eru komnir upp á yfirborðið að leita sér að fæðu og hafa ekki minnsta grun hættuna sem steðjar að. Inni í viðjuskóginum heyri spóinn mella. En einmitt hér á þessum slóðum í Vestur-Afríku hefur hann vetursetu. Bondía hefur komið auga á krabba sem hefur hætt sér út úr holunni. En Djúpa systir hennar þegar búin að ná nokkrum þar sem að hún rótar í leðjunni. Bondía, settu krabban í fötuna. Það eins gott að vera fljótur, því krabbarnir eiga það til að stinga sér niður í næstu holu. En systurnar kunna einnig ráð við því. Þær stinga einfaldlega höndunum og eftir þeim niður í leðjuna og leita fyrir sér, þar til þær verða varar við hreyfingu. Eftir klukkutíma eru þær búnar að safna slatta í fötuna. Þá skolar Djúpa mestu leðjuna af bráðinni og það eins gott að passa á sér puttana. Því krabbaklærnar geta verið beittar og þeir bíta fast ef þeir ná taki. Það eru þó alltaf krabbar sem komast undan veiðimönnunum og það sem Djúpa að leita fyrir sér, þá syngur hún fyrir bráðina. Krabbi, krabbi, komdu þér í skjól, gættu þín á guðinum sem hremmir þig og étur. Gættu þín og hlöftu í felur. Áður en Djúpa og Bondía halda heim á leit, þvo þær vandlega af sér leðjuna sem hefur safnast utan á þær við veiðarnar.
Það er svalandi að fá sér bað í hitanum og sjálfsagt að nota tækifærið leið og skola úr fötunum. Djúpa ber fötun á höfðinu og Bondía skokkar á undan heim á leið eftir velheppnaða veiðiferð. Þær hlakka til að steikja krabbann á eldinum en þannig bragðast þeir best. Mamma bíður þeirra og þær verða að flýta sér áður en flóðið kemur og sjórinn pellir yfir veiðisvæðið og veitir kröppunum menn.